Halló. Buenos días, góðan daginn. Jæja. Klukkan orðin 11. Buenos días. Góðan daginn. Erum ekki að fara að sitjast? Já. Gaman að sjá ykkur. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá að fólk ennþá að tínast inn. Vonandi eru fleira á leiðinni. Já, svona. Eigum ekki að byrja með bæn og svo halda áfram. Kæri Guð, takk fyrir að við erum hér. Takk fyrir að við erum með heilsuna til að komast hér. Þú gefur okkur styrk á hverjum degi og minnir okkur á hversu góður þú ert. Ég vil viljum þakka þér fyrir allt sem þú gerir, hvort við erum meðvitaðir eða ekki. Þú veist að við eigum ekkert skilið, en þú ert samt góður við okkur og gefur okkur allt sem við þurfum og meira. Ég vil biðja þig að vera með okkur í dag, að vera með þeim sem eru heima að horfa, að vera með þeim sem eru veikir og geta ekki horft og geta ekki komið. Vertu með okkur hér, vertu með predikarinn á eftir, vertu með okkur, opnaði hjarta okkar, hjálpa okkur að nýta og njóta að lífið. Ég vil biðja þig að vera með okkur og hjálpa okkur að eiga góða hvíldardag þótt það rigning úti. Og í Jesú nafni, amen. Jæja, langt síðan ég verið hérna uppi, en það er bara gaman. Við ætlum að byrja með að syngja Salmur 301. Það er sól í sálinni minni, þó það sé ekki sól úti, en það er sól hérna inni.
þótt það rigning úti, við eigum að vera með sólinni og Guð í hjarta. En við erum ekki búin að syngja, við erum að fara að halda áfram. Salmen 67. Amen. Skulum standa til að lesa ritningavers sem að finna í 4. Mósebók, 20. kafla, vers 2-9. Fólkið hafði ekki vatn. Af því sofnuðurinn hafði ekkert vatn, snerist hann gegn Móse og Aroni. Fólkið ásakaði Móse og sagði, óskandi væri við hefðum dáið eins og bræður okkar sem dóu frammi fyrir augliti drópsins. Hvers vegna hafið þið lett sofnuð drópsins út í þessar eyðimörk svo við deyjum hér ásamt fénaði okkar? Hvers vegna hafið þið leitt okkur upp frá Egyptalandi og farið með okkur á þennan ómögulega stað þar sem hvorki korn né fríkir vaxa, vínber né granarepli og þar sem ekkert vatn til drykkjar. Móse og Aron gengu frá sofnuðinn að dýrnum samfundatjaldsins og féllu fram fyrir ásunar sínar. Það birtist þeim dýr drópsins. Drottinn ávarpaði Móse og sagði, taktu stafinn og stemmdu sofnuðinn saman og þú og Aron bróðir þinn. Þið skulu ávarpa kletturinn fyrir augum þeirra og þá mun hann láta vatn sitt streyma fram. Það færði vatn úr klettinum og getur gefið sofnuðinn og fénaði hans að drekka. Móse sótti þá stafurinn sem var frammi fyrir augliti drópsins eins og honum hafði verið boðið. Það var bara til átta, ég las einu of mikið. Skulum biðja. Kæri Guð, þú sem leiðir okkur í gegnum allt. Stundum erum við hrædd og vitum ekki hvar við eigum að snúa og gleymum að við eigum bara að snúa til þín. Við biðjum þig að hjálpa okkur í gegnum hvað sem við erum að ganga í dag. Þú veist hvað við erum að ganga í okkar persónulegu lífi, hvort það sé veikindi eða vinnu eða hvað sem það getur verið. Við biðjum þig að hjálpa okkur að alltaf líta til þín og
og að þú verður eini styrkurinn og vonin okkar. Því þú hefur sýnt okkur að þú getur og hefur alltaf hjálpa okkur. Ég biðjum þig að vera með okkur núna, að styrkja okkur með þín heilagur andi og hjálpa okkur að muna það á hverjum degi og taka þann ákvörðun í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að syngja aðeins meira. Við ætlum að syngja salminn 430. Ég elska til þín. Núna ætlum við að taka upp gjafir. Gjafir í dag. Fara til safnaðarsjóðs. Kæri Guð, þakka þér enn og aftur fyrir þessar gjafir. Þú veist að við værum ekkert án þín hjálpar og
Ég vil biðja þig að ég vil þakka þér fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Ég vil þakka þér fyrir að við erum með þessa kirkju og tækifæri til að vera hérna saman. Og ég biðja þig að blessa kirkjan áfram á Íslandi og alls staðar í heiminum. Í Jesú nafni. Amen. Já, þegar við vorum úti, ég og Anna og Helgi í ferðalag, við fórum í kirkjuna í Bali og við vorum að leita hvar það væri og við fundum að það var í einhverju hótel og við bara svona, í hótel? Í einhverju svona herbyggi, svona fundaherbyggi hjá hótel. Og það var þannig út af því þeir háðu ekki bygging, svo þeir þurftu að leigja þessi fundaherbyggi hjá þessari hótel einhverjum einasta laugardag. Og þeir voru áður fyrir hjá einhverju annað hótel og þeir fengur hærri boð, svo þeir þurftu alltaf að færa sig út af því það var alltaf einhver annan sem var að bjóða hærra en það sem þeir gátu boðið. En svona við þurfum bara, maður áttast ekki hversu mikið maður átt fyrir að maður fer í eitthvað svona. En þeir eru að reyna að safna og þeir eru að reyna að kaupa land til að byggja eina kirkju. Svo við þurfum að biðja fyrir þeim að það gangi vel, sofnun hjá þeim. En ok, höldum áfram. Það komin að barnasálm. Ég sé að það eru 2 ótrúlega fullar orku hérna fremst. Svo einhverju fleiri krakkar sem eru tilbúin að koma fram. Nei, segja þær. Að fara að vera með söguna, þá vilja skulum hlusta geggja sögu. Hún er með. Og svo allar Adrian eftir það að vera með ræðuna. Jæja, krakkar, góðan daginn. Hola niños, buenos días. Hvað segir í gott í dag? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Hvernig var vikan? ¿Cómo estuvo la semana? Var hún góð? Slæm? Buena, mala. Ekki góð? No fue buena. Góð hjá Salomea? Ok, Salomea dice que sí, estuvo bien. Hversu margir byrjuðu í skóla? ¿Cuántos empezaron la escuela? Ok. Já, 1, 2, 3, gott. Herðu, í morgun langar mig að biðja ykkur að ímynda að þið eru sem sagt að labba í svona eyðimörkinni eða í náttúrunni. Esta mañana quiero que ustedes se imaginen que están caminando en la naturaleza. Það fullt af svona fallegum fjöllum. Que hay montañas bonitas. Og runum. Y arbustos. Og svo fullt af kannski fuglum. Svona fljúandi í kringum. Y también hay pajaritos que vuelan. Já. Og svo bara allt í einu, í einni runni, kemur eldur. Y de repente en un arbusto se prende fuego. Hvað myndi þið gera? ¿Qué harían? Hlaupa í burtu? Se irían, hlaupa í burtu?
Se irían corriendo, a ver, hermanos, ¿quiénes Hringja í siguen? kannski 112. Tal vez Ya. 1 o 2. Einhver myndi frjósa. ¿Alguien se congelaría? Ég myndi kannski vera döð, hrætt og bara hlaupa í burtu eins langt og ég get. Yo creo que me daría mucho miedo y me iría corriendo, Það ekki? ¿verdad? Herði, en það gerðist við Móses. Pero eso le pasó a Moisés. Já, hann var að labba einu sinni í eyðimörkinni Una vez estaba caminando en el desierto og var að reka feð. y estaba con sus ovejas Og svo bara allt í einu sér hann, y de repente, eins og í myndinni, sko, hvað heitir það, svona eldur í einni runnu. Ég veit ekki de hvað segir repente ve fuego en un arbusto. Og jafnvel, hvað gerist? ¿Y qué pasó? Hann heyrir nafnið hans. Escuchó su nombre. Hann segir, Móses, Móses. Es Moisés. Hvað gerir hann? ¿Qué hizo? Hver getur svarað mér? Hvað gerir Móses? ¿Qué hizo Moisés? Svarar röddinni. Contestó la voz. En hver talaði við Móses? ¿Pero quién le habló a Moisés? Drottin talaði við Móses. Sí, og el hvað, Señor. já, og hann tók sem sagt skóna af að því drottin sagði honum að gera það. Se quitó los zapatos porque Dios le dijo que le quitara sus zapatos. Já, og svo líka röddin sagði honum hvað hann átti að gera. Y la voz le dijo qué es lo que tenía que hacer. Og hvað svaraði Móses? ¿Y qué dijo Moisés? Já, hann hlýddi Guði, það ekki, drottni. Que sí, que él siguió lo que Dios le dijo que hiciera. Hann var ekki að eitthvað svona rífast. Af hverju ég? No se puso a pelear. Yo, ¿por qué yo? En hversu fleiri í Biblíunni hlýddu röddinni drottins? Ég heyri ekki alveg. Hversu fleiri í Biblíunni hlýddi röddin drottins? ¿Saben de alguien más que escuchó la voz de Dios y lo siguió? Munið þið eftir einhverja sögu? En Samuel, hlýddi hann röddinni? Hann var líka kallaður Samuel, Samuel. Hvað sagði hann? ¿Se acuerdan del niño Samuel cuando Dios lo llamó? Hann sagði, hér ég, drottin minn. Nei, þjónnin þín hér, talaðu til mín. Y él dijo, aquí estoy yo, tu siervo, ¿qué quieres de mí? Og hvað gerði foreldrar til dæmis Samsons? ¿Qué hicieron los padres de Sansón? Að því drottin hann líka sagði, ekki klippa hárið. Porque Dios le dijo, no corten el pelo de Sansón. Já, hann gerði á eftir, ekki strax, en foreldrar hans klipptu ekki. Sus papás nunca cortaron su pelo. En hvað með Maríu og Jósef? Pero ¿qué tal María y José? Og að því þau hlýddu drottni, þá fæðist Jesús. Y porque dijeron que sí al Señor, nació Jesús. Það ekki bara best að hlýða röddinni Guðs? ¿Verdad que es mejor responder y hacer lo que la voz de Dios nos indica? En hvar heyrum við röddin Guðs? ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? Hvar? Hvað þetta? ¿Qué es eso? Biblían. En Hann la- talar svo hátt til okkur í gegnum orðið hans. Það ekki? En la Biblia nos habla. Hvað segir hann? Elski hvort annan, ¿Qué dice? Amen los unos a los otros. fyrirgefi hvort öðru, Tenemos que perdonar el uno y al otro. verði góði hvort annan. Tenemos que tratarnos bien. Rétt hjá mér? Hver ¿Verdad? sammála? A ver, ¿quién va de acuerdo? En flott. Svo hver ætla að hlýða röddinni Guðs? ¿Quién va a seguir la voz de Dios? Amen. Amen, Takk fyrir muy að bien. hlusta, krakkar. Þið megið Gracias bara por fara. venir a escuchar. Gracias, hija. Buenos días.
Góðan daginn, Feliz sábado. gleðilegan hvíldardag. ¿Cómo están hoy? Hvernig hafið þið það í dag? ¿Bien? Hafið það gott? Amén, qué bueno. Gracias a Dios. Eu queres anunciar a los que hablan inglés que hay traducción atrás? Para los que hablan inglés, For those who speak English, hay traducción y pueden usar los audífonos. there's a translation system at the back. You can put on some headphones and there's translation in English. Para los que hablan español, nomás escuchen. Og þeir sem tala spænsku og íslensku geta hlustað hérna frá palli. ¿Ok? Estoy bastante contento de ver aquí a dos amigos que vienen desde Lituania. Ég glaður að sjá hérna góða vini frá Litáen. Ellos son de la iglesia de Klaipeda. Þau eru Gracias, hija. frá Klæpedakirkjunni. Gracias, hija. Y no se olviden de saludarlos cuando termine el servicio. Og vonandi náið að heilsa upp á þau í lok guðþjónustunar. Amén. Amen. Vamos a tener una pequeña oración antes de continuar. Við skulum biðja áður en við höldum áfram. Yo voy a orar y les pido que ustedes oren por mí. Og ég ætla að biðja og biðja ykkur að biðja fyrir mér. Ok. Querido Padre Celestial, Kæri Faðir á himnum, muchísimas gracias por este sábado ég þakka þér fyrir þennan hvíldardag y por la oportunidad que nos das de estar aquí, og þetta tækifæri að fá að vera hér, la oportunidad que me das de compartir tu palabra con la gente. þetta tækifæri sem þú gefur mér til að deila með öðrum þínu orði. Te ruego, Señor, que estés con nosotros, Ég biði drottinum að vera með okkur, que me des palabras, que me des sabiduría að þú gefur mér orð að mæla og visku y que podamos todos recibir alimento de tu palabra að við mættum öll geta tekið við fæðu úr þínu orði y llegar a entenderte y conocerte aunque sea un poquito mejor. og við getum náð að kynnast hér aðeins betur. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Við biðjum það í nafni Jesú Krists. Amén. Amen. Bueno, ¿cuántos pusieron atención a lo que leímos, a los versículos que leímos? Voru þið að lesa með áðan þegar Steffi var að lesa ritningaversið? ¿Pusieron atención? Voru þið að fylgjast með? Conocen, tal vez muchos conocen el pasaje, ¿verdad? Það eru örugglega mörg ykkar sem að kannist við þennan texta. Y vamos a leer un poquito más, unos versículos más, no ahorita, Þú ætlum að lesa aðeins meira úr þessu, kannski ekki akkurat núna. pero antes quisiera preguntarles unas cuantas preguntitas. En áður en ég held áfram að langa með að spyrja ykkur nokkura spurninga. ¿Qué saben de Moisés? Si pudiéramos describir a Moisés, Hvað vitið þið Móse? Ef að við værum til dæmis að fara að lýsa Móse, o lo que hizo, ¿qué les viene a la mente? það sem að hann gerði, hvað kemur upp í huga ykkar? Alguien que me diga. Una gran vida, un hombre utilizado por Dios, amén. Stórkostlegt líf, maður sem að Guð notaði. Algo más, algo que recuerden que Moisés hizo. Munið eftir ykkur sem Móse gerði? No entendí bien. Un hombre muy manso, ¿sí? Mjög auðmjúkur, Liberó al pueblo de Israel, los guió a través del desierto. leiddi Ísrael út úr Egyptalandi, Hizo grandes demostraciones de fe, de tener fe. og hann sýndi það hversu mikla trú hann hafði. Fue el que cuida las ovejas, cordero, Un pastor y un príncipe también. y un príncipe. Ajá. En sí podríamos decir, como dijo creo Víctor, fue un gran hombre. Yo creo que todos aquí, e incluso a la fecha,
el pueblo judío lo considera el más grande profeta y un gran hombre. Þetta var stórkostlegur maður og fremstu meðal spámannanna. Y si pudiéramos describir la última escena, si nosotros fuéramos los directores de la película, por decirlo de alguna forma, Og ef við getum lýst loka atburðunum eins og við værum kannski leikstjórar í kvikmyndinni, en un estilo casi hollywoodesco, næstum því eins og gert í Hollywood, todas estas cosas que mencionamos ahorita, allt sem var nefnt hérna áðan, un gran hombre, un hombre manso, hizo grandes milagros, guió al pueblo de Israel. stórkostlegur maður sem leiddi Ísraelsmenn, var auðmjúkur og hafði mikla trú. Estoy seguro que han visto películas, la televisión. ¿No les parece que podríamos hacer una gran escena final de la vida de Moisés? Gætu ekki gert einhver stórkostlegt atriði við lok lífs hans Móse? ¿Verdad? De esas escenas que casi al final te sacan las lágrimas. Þannig að maður næstu tárast í lokin De lo impresionante y emocionante y emotivo que es, ¿no? yfir því hversu stórkostlegt líf hans var. Ahorita vamos a es interesante lo que comenta, sí. Ya, han ella estaba diciendo que no fue al cielo por lo que hizo. Ajá. Ahorita vamos a platicar de eso. Við ætlum aðeins að tala þetta. Fyrirheitnarlandið, já. No lo dejaron entrar a la tierra prometida. No lo dejaron entrar a la tierra prometida. Bueno, ya que lo menciona la hermana, Og það sem að trúsystir okkar var að segja, vamos a continuar leyendo en Números 20. ætlum að halda áfram að lesa í 4. Mósebók 20. kapla Y vamos a leer del 10 al 13. frá versi 10 til 13. ¿Ok? Yo leo el versículo. Pongan mucha atención. ¿Ok? Og ég ætla að lesa þessi vers Voy a leer versículo por versículo y Linda traduce versículo por versículo. og ég mun þýða þetta. Entonces tenemos el pueblo de Israel, como como leyó Steffi. Þannig að hér erum við með fólk Ísraelsmennina, eins og hún Steffi las, Quejándose, sem að voru að kvarta. llegando a decir que ojalá y nos hubiéramos muerto allá donde estábamos. Og þeir segja, ég vildi vera bara dauð það sem að við vorum. ¿Para qué nos trajiste aquí? Akkur tókst okkur hingað? Números 20 y vamos a leer del 10 al 13. Við erum í 4. Mósebók 20. kapla 10 til 13. Okay. Continuamos desde donde terminó de leer Steffi. Og við ætlum að halda áfram að lesa þar sem að Steffi lauk því að lesa. Se están quejando, me hubiera muerto allá. Og þeir eru að kvarta og þeir eru að segja við höfum frekar átt að deyja bara þannig í Egyptalandi. ¿Para qué nos trajiste acá? Til hvers varst að koma okkur hingað? Moisés y Aarón se postran ante el Señor Og Móses og Aron, þeir fara fram fyrir drottin. y les dice en el número 8, vamos a recordar, dice, toma la vara y reúne a la congregación, Og í 8. versi stendur, takk stafinn og safna saman liðnum. tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Og þú og Aron bróður þinn og mælið við klettin í áherð þeirra. Para que la peña dé su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y beberán la congregación y sus animales. Og mun hann vatn gefa og þú skalt leiða út vatn handa þeim af klettinum og gefa fólkinu og fénaði þeirra að drekka. Y vamos al 10. Og þá förum við yfir í 10. versið. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Og Móse og Aron söfnuðu saman liðnum við klettin og Móse sagði við þá, heyrið þér þrjóskir menn, hvort munum við leiða mega vatn út af kletti þessum handa yður.
Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Síðan hóf Móse upp hönd sína og laust klettinn 2 sinnum með staf sínum. ¿Se acuerdan de la historia, no? Spratt þá upp vatn mikið svo fólki drakk og fénaður þeirra. Þið munið eftir þessari sögur, ekki? ¿Han oído la historia? Muchos de ustedes, me Hafið þið imagino. heyrt þessa sögu áður? Dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Þá sagði drottinn við Móse og Aron, fyrir því að þið trúðu mér eigi, svo að þið helguðu mig í augum Ísraels manna, þá skulu þið eigi leiða söfnuð þennan inn í landið sem ég hefi gefið þeim. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él manifestó su santidad ante ellos. Þetta Meríbavötn, þar sem Ísraelsmenn þráttuðu við drottinn og hann sýndi heilagleik sinn á þeim. Se dieron cuenta en el versículo 12. Þið farið í 12. versið, ¿Qué pasó ahí? hvað gerðist þarna? ¿Qué les dice el Señor a Moisés y a Aarón? Hvað segir drottinn við Móse og Aron? No van, por lo que hicieron, no van a conducir a mi gente más hacia la tierra prometida. Fyrir það sem þið gerðu þá getið ekki leitt fólk mitt áfram inn í fyrirheitnalandið. Es fuerte, ¿no? Y si leemos, por ejemplo, el versículo 24, déjame ver. Og þetta mjög sterkt. Ef við fórum til dæmis í 24. versið, Sí, el 24. Dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelaste contra mi orden en las aguas de Meriba. Aron skal safnast til fólks síns, því að eigi skal hann komast í það land sem ég hef gefið Ísraelsmönnum, af því að þið þrjóskuðust gegn skipan minni hjá Meríbavötnum. Y ahí murió Aarón. Og þarna lést hann Aron. ¿Se imaginan tanto? Vamos a enfocarnos en Moisés primero. Við skulum einblína aðeins á Móses. Toda una vida de servicio. Og hann var þarna allt sitt líf að þjóna Guði. Todos aquí estamos de acuerdo Og við erum öll sammála það hér inni. y entendemos que fue un gran hombre. Og við skiljum að hann var stórkostlegur maður. Sirvió al Señor por 40 años. Hann þjónaði Guði í 40 ár. Y al final el Señor le dice, no vas a guiar a mi gente. Og svo kemur allt í lokin, þú getur ekki leitt fólk mitt áfram. Y si vamos a Deuteronomio 32:51, Deuteronomio capítulo 32, versículo 51. Já, ef við förum í 5. Mósebók, kafla 32, vers 51. 32:51. Si leemos del 50, Við skulum lesa frá 50. versi. aquí está el Señor hablándole a Moisés. Hérna drottinn að tala við Móse. Morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido con su pueblo. Og þú skalt deyja á fjallinu þú fer upp á og safnast til þíns fólks, eins og Aron bróðir þinn dó á Hórfjalli og safnaðist til síns fólks. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Hver var synd Móse? Cuando leemos la escena en Números 20, Ef við förum í 4. Mósebók 20. kafla, tenemos a un pueblo rebelde, þarna erum við með fólk sem í uppreisn, quejumbroso, sem alltaf að kvarta,
infiel, sem ótrútt, piden agua, Dios le dice a Moisés, byggjum vatn og Guð segir Móse, ve a la peña, farið, habla a la peña farið þarna til klettsins og talið við klettinn y va a salir agua. og þá mun koma vatn. Y Moisés obedeció, ¿no? Og fór Móses ekki eftir því. Les dijo, junta toda la gente, Hann kallaði saman tú y fólkið tu hermano, og drottin hablen a la peña y la peña va a dar agua. sagði þeim að tala við klettinn. ¿Lo hizo sí o no Moisés? Gerði hann það? Gerði Móses það? Sí, sí, lo hizo. Já, hann gerði Sí, það. sí, lo hizo. Juntaron a la gente. Y Kallaði saman fueron. fólkið. Pero hubo un pequeño detalle. En það var eitt smáatriði. Moisés hizo lo que Dios le pidió, Móses gerði það sem að hann var beðinn að gera, más un poquito más. nema bara gerði eitt auka. ¿Sí? El Señor jamás le pidió que le hablara a la gente, pero Él dijo, les voy a dar agua, Guð sagði þeim ekki endilega að tala við fólkið, en Pero- hann sagði ég ætla að gefa þeim vatn. pero ¿cómo empieza? En hvernig byrjar þetta allt saman? Bola de rebeldes. Og þá hrópa Móses yfir þá og segir þið uppreisna seggir. ¿Sí se acuerdan? Munið eftir þessu. Y el Señor le pidió que le hablara a la peña. En Guð hafði sagt honum að tala við klettinn, ¿Y qué hizo Él? en hvað gerði Móse? Rájale 2 veces, ¿no? ¡Pum, pum! Hann kom með stafinn og barði klettinn tvisasinnum. Moisés estaba molesto, Móses var reiður. enojado, posiblemente, Hann var pirraður. frustrado. Ahora, si somos honestos, En við erum mjög einlæg. yo creo que la gran mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que de alguna manera tenía razón. Þá ef við erum alveg heiðarleg, þá getum við líka sagt við okkur sjálf, þetta var alveg rétt hjá Móse. No tal vez Riet, pero tenía cierta razón de estar molesto, de estar frustrado. Maður skilur það alveg af hverju hann var pirraður út í fólkið. ¿O no? Var það ekki? 40 años lidiando con esta gente Verandi með þessu fólki og eigandi við það í 40 ár. y una tras otra, Eitt á eftir öðru. yo desde mi punto de vista humano, Ég sem bara maður og horfi á þetta, pues podría decir, oye, pues yo hubiera tal vez hecho lo mismo, ¿no? og þá getur maður sagt, ég hefði jafnvel gert það sama. ¿Alguno de ustedes piensa como yo? Hugsið þið eins og ég? Era una reacción muy normal y cuando ves todas las circunstancias, Þetta var alveg kannski eðlileg viðbrögð og þegar maður lítur á alla stöðuna sem maður í humanamente podríamos justificar el comportamiento de Moisés. og þá í mannlegum skilningi hefði alveg verið hægt að réttlæta hegðun Móse. Después de 40 años Eftir að hafa verið þarna í 40 ár, de estar haciendo prácticamente todo por ellos, gerandi allt fyrir þá, incluso perder o ofrecer su propia salvación por salvarlos a ellos. ¿Sí se acuerdan después de lo de la vaca de oro? og jafnvel bauð sitt eilífa líf fyrir þá, munið þegar þau voru í uppreisninni og hafðu búið sér til gullkálf. Mejor nos hubieras dejado allá. Og svo segja þér þetta, þú hefði bara átt að skilja okkur eftir þarna í Egyptalandi. ¿Para qué nos trajiste? Til hvers varst að koma með okkur hingað? ¿No piensan ustedes que un sentimiento muy normal tal vez de Moisés pensar, me parece que he desperdiciado mi vida? Ekki eðlilegt að Móse hefði hugsað, ég búin að bara eyða lífið mínu til einskis. 40 años Í 40 ár
sirviéndole a esta gente þjónandi þessu fólki por la orden, por el comando de Dios, fyrir það sem að Guð bað mig að gera y así me pagan. og svona mér launað. Me parece que he desperdiciado mi vida. ¿Alguna vez han sentido eso? Mér finnst eins og ég sé búin að eyða lífið mínu til einskis. Hefur ykkur fundist þetta stundum? Estoy casi seguro que sí, algún trabajo Ég nokkuð vissum að þið hefur upplifað þetta. Kannski einhver vinna sem que þið no voru nos í, valoran, þar sem að enginn kann að meta mann. alguna relación fallida de años, Kannski hafið þið verið í einhverju sambandi sem að, þar sem að þið voru ekki metin að verðleikum. un hijo ingrato, Kannski eigið eitthvað son eða dóttir sem að var vanþakklátur. ¿alguna vez has sentido eso y dicho, me parece que he desperdiciado mi vida? Hafið þið fundið einhvern tíma fyrir þessu því að það hefur verið að eyða lífi ykkur í einhverju vitleysu? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hvað gerði ég til þess að verðskulda þetta? Y en ese momento de tristeza, frustración, rabia, Og í á þessari stundu þar sem hann var reiður og leiður, ¡pum!, en un segundo. þá á einni sekúndu, Ahora, me puse a pensar, ese momento de estrés, þarna þegar hann var undir streitu, Moisés está pasando por un momento de frustración, de rabia, tristeza. þarna er hann reiður, hann er hann leiður La situación se vuelve complicada, og staðan hún verður flókin. pierde el control y ¡boom!, un golpetazo. Hann missir stjórn á skapi sínu. ¿Les recuerda alguna escena de Moisés antes? Kom. ¿Les recuerda alguna escena de la vida de Moisés antes de eso? ¿Es esta escena? Hafið þið séð Móse fyrir okkur svona einhvern tímann áður? Cuando rompió las tablas, Þegar hann pero hay braut- una muy similar, Þegar hann braut boðurinn 10 steinana. cuando mata al egipcio, ¿no? Ya. Cuando hiere al egipcio. Já, þegar hann drap Egyptan. Y me puse a pensar en mí mismo ese día, cuando estaba pensando en ese día, Ég var að hugsa mig, eða hugsa varandi mig. hermanos, amigos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Við þurfum, kæru sískinni, að vera mjög passasum. 40 años de servicio, 40 años de un hombre transformado, Maður sem hefur verið að vinna fyrir Guði 40 ár, maður sem var umbreyttur, pero ese yo de la carne, en þetta, þessi sjálfselska holdsins, si no estamos agarrados firmes de la mano de Dios, ef við höldum ekki fast í hendi Guðs, en un abrir y cerrar de ojos, að regresa. þá bara kemur þetta aftur til okkar bara á einni sekundu. Ese gran hombre, Þessi mikli maður con una vida transformada, 40 años de servicio, sem var umbreyttur maður sem var búinn að þjóna Guði í 40 ár, en un abrir y cerrar de ojos, bara á einu augnabliki permitió que ese yo de la carne, ese yo muerto, se levantara. þá leyfði hann þessar eigingirni holdsins að koma fram. Y la verdad es que yo nunca yo creo que al preparar esto que estoy compartiendo con ustedes, nunca había yo pensado tanto en que Þegar ég var að undirbúa þetta þá hafði ég aldrei hugsað svo mikið esto que estoy compartiendo con ustedes þetta sem ég að deila með ykkur núna. es mucho más, tal vez para mí que para ustedes. Þetta er jafnvel ennþá erfiðara fyrir mig heldur en marga aðra. Casi podría ser un testimonio. Það geti jafnvel verið vitnisburður fyrir mig. En un abrir, pero ¿cuál fue el pecado de Moisés? En hver var í rauninni synd Móse? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Hvað gerði hann til þess að verðskulda það að vera þessi syndari? ¿Robó? Var það eitthvað sem hann stal einhverju eða hvað? ¿Adulteró? Var hann að halda framhjá? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Hver var syndin? ¿Desobediencia? ¿O podríamos decir Óhlýðni obediencia a medias? eða hálf hlýðni, hálf ekki hlýðni?
Pero bueno, entonces tenemos un problema nosotros. Þá eru við nú aldeilis í vanda. ¿Cuántos de ustedes han desobedecido? Hversu mörg ykkar hafið óhlýðnast? Entonces tenemos un problema. Þá eitt stórt vandamál hérna fyrir framan okkur. ¿Sí me entienden? Skiljiði hvað ég á við? ¿Qué pudo haber sido si no fue desobediencia? Yo creo que fue porque él quiso hacerlo de su manera. Hacer las cosas a su manera, dice Linda. Hann vildi gera hlutina samkvæmt eins og hann hélt að ætti að vera best. Pues seguimos en el mismo problema. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Hversu mörg okkar að gera það? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, el Señor me está diciendo esto, pero yo lo voy a hacer de esta forma? ¿Por qué? Porque en mi cultura es así, porque en mi familia es así. Já, við segjum stundum, Guð segir mér að ég að gera þetta, en í menningunum minni þá ger ég þetta svona og svona á að gera þetta. Sin embargo, el Señor nos ha perdonado. Entonces, En samt hefur Guð ¿qué será? ¿Qué ibas a decir, Ana? Encontré un libro aquí en la iglesia y me lo llevé a casa. Y ese libro se titula Dios dice, pero yo creo. Ajá. Já, ég tók... Já, hún var að lesa bók sem heitir með titilinn Guð segir en ég hugsa á minn hátt. Entonces, desobediencia, hacer las cosas, hacer lo que yo considero, una cosa más. A ver, Rafa, ¿qué me ibas a decir? Sí, ok. Pero entonces tenemos un gran problema. Þannig að það erum við með stórt vandamál fyrir framan okkur. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Hver var synd Móse? Vamos a leerlo porque la Biblia nos lo contesta y nos lo dice muy claro. Af því að Biblían, hún segir okkur hvað það var. Estábamos leyendo Deuteronomio 32, Við vorum í 32. kafla 5. Mósebókar, versículo 50. í versi 50, Ahora vamos a leer el 51. og svo skulum við fara í vers 51. Este es el final de la vida de Moisés, del gran Moisés. Hérna lífi Móse að ljúka. ¿Ok? Esta es la última escena de la película de este gran hombre. Y el Señor le dice, sube al monte Drottinn segir, fara upp á fjallið y ahí te mueres. og þarna þarft þú að deyja. Fuerte, ¿no? Þetta dálítið sterkt. 51. Og við förum í 51. versið. Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, él y Aarón, en el desierto de Sin, y aquí viene la respuesta. Af því að þið sýndu mér ótrúmennsku. Af því að þið sýndu Porque mér no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Af því að þið sýndu mér ótrúmennsku mitt á meðal Ísraelsmanna hjá Meríbavötnum við Kades í Sín-eyðimörkinni, af því að þið helguðu mig ekki meðal Ísraelsmanna. Hay una versión en español muy bonita que lo dice más claro, porque podríamos decir, bueno, que nosotros lo tenemos que santificar a él, que no es él el que nos santifica. Það við sem þurfum að helga Guð, það ekki hann sem helgar okkur? Pero hay una versión en español que dice, porque no reafirmaste mi santidad ante el pueblo de Israel. En það eru biblíuþýðingar sem að segja því að þið, No reafirmaste mi santidad. Já, þú staðfestir ekki hversu helgur ég frammi fyrir Ísraelsmönnum. En otras palabras, Með öðrum orðum, el pecado de Moisés synd Móse fue que a través de su boca að með orðum sínum y su comportamiento og sinni hegðun mal representó a Dios ante la gente. þá gaf hann ekki rétta mynd af Guði frammi fyrir fólkinu. No fue tanto su desobediencia, que claro que fue parte, no fue tanto que hizo las cosas a su manera. Þetta var ekkert endilega af því að hann hlýddi ekki eða af því að hann vildi endilega gera hlutin eins og hann vildi gera þá. No adulteró, no fornicó, Hann no robó, var ekki að halda framhjá eða hann var ekki að ræna, sino que representó
incorrectamente la imagen de Dios ante el pueblo. Hann gaf ekki rétta mynd af drottni frammi fyrir fólkinu. Qué fuerte, ¿no? Þetta mjög sterkt. Ay, hermanos, lo que sale de nuestra boca. Það sem að kemur út munnin okkar, Y ahora, ¿tenía razón Moisés? var þetta rétt hjá Móse að gera þetta? Podríamos decir que tal vez, ¿no? Maður gæti sagt já, ¿Tenía el motivo? að það var einhver ástæðu fyrir því. Por supuesto. Já, að sjálfsögðu. Pero el Dios en el que creemos y servimos es un Dios santo. En Guð sem við trúum á helgur Guð. Y él le dijo a Moisés y Aarón, porque ustedes pusieron la imagen de Dios incorrecta en la gente. Og hann sagði við Móse og Aron, þú gafst ekki rétt að mynda mér frammi fyrir fólkinu. La forma en que los trataste, la forma en que te comportaste, la forma en que les hablaste, Hvernig þú talaðir við þau, hvernig þú hegðaðir gagnvart þeim, mal representó mi personalidad. þú sýndir ekki það hvernig ég er. Y por eso, Og þess vegna, aquí te mueres y no entras. að þá þarft þú að láta lífið hér og þú kemst ekki inn í fyrirheitnarlandið. Es muy fuerte. Þetta er ¿No creen? Es muy, muy fuerte. mjög alvarlegt. Ahora, no estamos hablando, y no quiero que me malentiendan, no estamos hablando de salvación, de que perdieron su salvación o no, porque sabemos que Moisés entró a la tierra prometida en el monte de la transfiguración. Og við vitum að þetta snýst ekki það að Guð hafi ekki fyrirgefið Móse því að hann fyrirgaf honum og hann komst inn í hið sanna fyrirheitnarland. Pero a mí me hizo pensar mucho en, hay veces que no entendemos por qué eso por lo que hemos luchado tanto no pasa. En stundum hugsum við af hverju ég er búin að vera að berja svo mikið fyrir þessu eina hlut og svo kemst það ekki í gegn. Esa relación que he tratado por años de sanar, no sana. Þetta samband sem ég er búin að vera að reyna að lækna og það læknast ekki. Y a mí me hizo pensar mucho, ¿cómo estoy representando a Dios ante los demás? Og þá spyr ég sjálfa mig, hvernig er ég að sýna Guð, birtingarmynd Guðs frammi fyrir öðrum? Ahora, yo creo que la Biblia nos deja muy claro esto. Ég held að Biblían er mjög skýr hvað þetta varðar. Pero, ¿y Aarón? En Aron, Sabemos que el pecado de Moisés fue la forma en que habló, la forma en que se comportó. við vitum að synd Móse var það, hvernig hann talaði og hvernig hann hegðaði sér. Y Dios es muy específico en decir, fue por lo que pasó en Meriba. Og Guð var mjög skýr, hann sagði að það var vegna þess sem að gerðist við Meríbavötn. No fue lo que pasó con el esclavo, Það var ekki það sem gerðist með mannin sem var drepinn í Egyptalandi. no, dijo, es lo que pasó en Meriba. Það var það sem að gerðist í Meríba. Lo que tú y tu hermano hicieron en Meriba. Það var það sem þú og bróðin gerðuð í Meríba. ¿Qué hizo Moisés? Hvað gerði Móse? Que diga Aarón. Hvað gerði Aron? Si leemos el texto, Ef við lesum textan, ¿qué es lo que hizo Aarón? hvað var það sem að Aron gerði af sér? Yo lo leía y lo leía, Ég var að lesa og lesa y yo vi que Aarón juntó a la gente, como le dijo el Señor. að Aron hann fekk fólki til að koma saman. Él no les dijo, bola de rebeldes, no los insultó ni nada. Aron hann skammaði ekki þetta fólk. ¿O sí? No. Nei. Él no fue el que agarró y rájale a la piedra. Og ekki var það hann sem að barði klettin. Él estaba ahí al lado, calladito. Hann var bara þarna við hliðina og þagði. ¿Cuál fue el pecado de Aarón? Hver var synd Arons? Leí un artículo hace muchos años. Það segi ekki neitt. Exactamente, no hizo nada. Einmitt, hann gerði ekki neitt. Hay un artículo del 2012 en la revista Ministry Magazine Ef við lesum Ministry Magazine frá 2012, þar er grein
y describe Aarón, el pecado de Aarón lo describe como el pecado de quedarse callado. Að þar þessu lýst þannig að synd Arons var svo að hann þagði Si yfir tienen þessu. oportunidad, pregúntenme, se los mando y léanlo Ég get gefið ykkur þessa grein eða viljið. en la revista Ministry Magazine, que es una revista de la iglesia para los pastores alrededor del mundo. Þetta tímarit sem ætlað prestum allan heim. Y lo llama el pecado de quedarse callado. Og þetta kallast syndin að vera þögull yfir því sem ekki rétt. El pecado de Aarón fue permanecer callado Synd ante la Arons injusticia que el líder del pueblo de Israel estaba cometiendo. Synd Arons var að þegja við því sem að leiðtogi Ísraels hafði gert rangt. No fue capaz de decirle, Aarón, Moisés, hermano, lo que estás haciendo está mal. Hann sagði ekki við bróður sinn, Móses, þú ert að gera eitthvað sem ekki rétt. Sobre todo que en Patriarcas y Profeta, Ellen White nos dice que Aarón era el portavoz de Moisés. Og það stendur í ættuður spámenn að Aron var í rauninni rödd Móse. Él como un hombre cristiano, por decirlo hoy, Hann var svona eins og, ef maður segir, hann væri eins og einn kristinn maður í dag. no solo podía, pero tenía la obligación de decirle a Moisés, Moisés, cálmate, Hann gat og hann hefði átt að segja við Móse, róaði niður, esto no está bien. þetta ekki rétt. Sin embargo, se quedó callado. En hann þagði. Fíjate, dice, les voy a leer, está en inglés, pero lo voy a traducir, dice, Ellen White dice, al no hablar, al quedarse él callado, Og Ellen White segir fyrir það að hafa ekki sagt neitt, Aarón falló en su responsabilidad como sacerdote. þá brást Aron sinni skyldu sem æðsti prestur. Qué fuerte, ¿no? Þetta mjög sterkt. Entonces tenemos que el pecado de Aarón, de Moisés, fue de acción. Þannig að synd Móse var verknaður, Lo que sale de nuestra boca. það sem kemur út munni okkar, ¿Cómo afrontamos los momentos de crisis? hvernig við eigum við aðstæður sem eru erfiðar, ¿Cómo tratamos a la gente cuando estamos muy molestos con ellos? hvernig komum við fram við fólk þegar við erum reið við þetta fólk Y a veces, como vimos en la historia de Moisés, con razón. og jafnvel með góðri ástæðu. Fue el pecado de las acciones, pero el Una- pecado de Aarón fue el pecado de quedarse callado ante ver la injusticia. Og synd Arons var það að þegja frammi fyrir óréttlætinu. Tenemos dos opciones. Þannig að við erum með tvo valkosti. La Biblia no nos dice, literalmente nos dice que Aarón no hizo nada. ¿Cómo? Aarón no hizo nada. En esta escena Aarón no hizo nada. Já, þarna kemur fram að Aron gerði ekki neitt. Entonces, o la Biblia ha omitido ciertas cosas que pasaron, Og þarna Biblían kannski ekki að segja alveg frá því sem að gerðist. pero ahí tenemos también un problema porque sabemos a través del lenguaje que dice que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para entender. En við erum með allt þarna sem við þurfum til þess að skilja. Y si vamos es Testimonios, el volumen 3, Ef við förum í bókina Testimonies nr. 3 el capítulo 28, í 28. kapla, también les recomiendo que lo lean. ég mæli líka með því að þið lesi hann. Se habla específicamente ahí del carácter y la personalidad de Aarón. Og þar verið að lýsa lindist einkunn Arons. Y ahí leemos en los testimonios que, por ejemplo, Aarón no se atrevió a disciplinar a sus hijos, Og þar kemur til dæmis fram að Aron, hann einhvern veginn fekk sig ekki til að aga börnin sín. se quedó callado Hann þagði y hubieron consecuencias muy tristes para sus hijos. og það gerðist margt mjög slæmt með börnin hans. Aarón no se atrevió a confrontar a la gente cuando estaban en las borracheras y empezaron a hacer ídolos.
Aron kunni ekki við að segja eitthvað þegar þeir fóru að skemmta sér og voru að búa til skurgoð. Se quedó callado. Hann þagði. Y Aarón finalmente no se atrevió a decirle a Moisés, Og svo að lokum þá þorði Aron ekki að segja við Móse, esto está mal, Moisés. þetta ekki rétt, Móse. Tú no puedes hacer esto. Þú getur ekki gert þetta, má ekki gera þetta. En conclusión, En hver loka niðurstaðan? no pretendo, porque no puedo yo decirles a ustedes Ég get ekki qué hacer o cómo entender esto. Ég ekki að reyna endilega að segja ykkur hvernig ég skilja þetta eða hvað ég að gera. Pero definitivamente tiene que haber un balance, hermanos. En það þarf alltaf að vera einhvers konar jafnvægi. Tenemos que entender que para Dios es muy importante cómo tratamos a la gente, Það mjög mikilvægt hvernig við komum fram við annað fólk. cómo les hablamos aun cuando tenemos todo el derecho y la razón. Og hvernig við tölum til þeirra þó svo að þau hafi rangt fyrir sér og við höfum rétt fyrir okkur. Pero en esta historia también en la Biblia vemos que es muy importante En hérna í þessari sögu þá kemur fram hversu mikilvægt það no quedarse callados að þegja ekki ante el pecado, frammi fyrir syndinni, la injusticia frammi fyrir því sem ósanngjarnt. y el comportamiento de, en este caso, Moisés, el líder de los hebreos. Og jafnvel hegðun Móse frammi fyrir Ísraelsmönnum. ¿Cuál es ese balance? Hvar þetta jafnvægi? No lo sé. Yo Ég veit það ekki. al preparar este sermón yo me di cuenta que Þegar ég var að undirbúa þessa ræðu þá gerði ég mér grein fyrir því yo estoy igualito o peor que Moisés. að ég eins eða verri heldur en Móse. Pero tenemos que pedirle a Dios En við þurfum að biðja Guð que a través de su Espíritu Santo að hann með sínum heilaga anda nos ayude a encontrar ese balance að hann hjálpa okkur að finna þetta jafnvægi. de cómo tratar a la gente, a nuestros hermanos, Hvernig ef að koma fram við annað fólk eða gagvart okkar trúsískinum, a nuestros jefes, yfirmenn okkar, nuestros líderes, leiðtoga okkar í kirkjunni, cuando están actuando injustamente, þegar þeir að koma jafnvel illa fram. y ese balance con también Og þetta no jafnvægi, quedarnos callados ante la injusticia og þetta jafnvægi að samt sem áður þegja ekki frammi fyrir óréttlætinu y lo incorrecto. og því sem ekki rétt. Yo no sé cuál es ese balance, Ég veit ekki alveg hvernig þetta jafnvægi pero me gustaría orar por eso. en mér langar að biðja fyrir því. ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría comprometerse a pedirle a Dios Hversu mörg ykkar hérna inni myndu vilja biðja til Guðs a encontrar ese balance? að þið mættu finna þetta jafnvægi? Que lo que salga de nuestra boca sea lo que Dios quiere Að það sem kemur út munnum okkar sé eitthvað sem Guð vill að komi út munnum okkar. y que aprendamos a no quedarnos callados ante la injusticia Að við lærum að þegja ekki frammi fyrir óréttlætinu y saber qué decir y cómo obrar. og vita hvað á að segja og hvað eigi að gera. ¿Cuántos quieren orar? Amén. Los que quieren, pongámonos de pie. Við skulum oremos por eso. rísa á fætur og biðja saman. Querido Padre Celestial, Kæri Faðir á himnum, muchísimas gracias por este día, por esta oportunidad de compartir con la gente. þakka þér fyrir þennan dag og það að geta deilt þessu með fólkinu. Y Señor, en este momento queremos pedirte específicamente por lo que estamos hablando en esta conclusión. Og núna, Drottinn, viljum biðja sérstaklega þetta atriði sem við vorum að tala Señor, no queremos ser como Aarón. Við viljum ekki, Drottinn, vera eins og Aron. No queremos simplemente callarnos y no hacer nada. Við viljum ekki þegja og gera ekki neitt. Oh Señor, pero tampoco queremos caer en el pecado de Moisés. En við viljum samt ekki falla í synd Móse. Enséñanos, Señor, ese balance entre lo justo y lo injusto.
Hjálpaðu okkur að finna þetta jafnvægi milli þess sem réttlátt og ekki réttlátt, entre lo correcto y lo incorrecto. sem rétt og það sem ekki rétt. Enséñanos a enfrentar las situaciones, enséñanos a no quedarnos callados, Señor, Viltu kenna okkur að horfast í augu við aðstæðunar og þegja ekki ef það er ranglæti í gangi, pero también a no hablar de más, Padre. og kenda okkur líka að tala ekki umfram það sem við eigum að segja. Hablar con la gente y tratar a la gente como tú quieres que les hablemos. Tala við fólk eins og þú vilt að við tölum við fólkið. Porque, Señor, no queremos mal representar tu carácter y tu personalidad. Við viljum ekki gefa ranga mynd af þér og þinni lindisengun. Ni ante nuestro jefe, Ekki frammi fyrir yfirmanni okkar í vinnunni ni ante nuestros líderes, eða leiðtogum okkar mucho menos ante nuestros hijos. og hvað þá frammi fyrir börnunum okkar. Pero, Señor, danos la inteligencia de saber cuándo tenemos que hablar. Viltu gefa okkur viskuna og skilning til að segja þegar við eigum að tala Y no como Aarón quedarnos callados. og vera ekki eins og Aron sem að þagði. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Við byggjum fyrir þessu í nafni Jesú Krists y por su pronto retorno. og megi hann koma brátt aftur. Amén. Amen. Dios los bendiga. Takk fyrir, Adrián. Þetta var ótrúlega gott, virkilega. Og að meðan þú varst að biðja, ég fór að hugsa að það er á íslensku bara eitt staf sem breytist, milli segja og þegja. Og það er bara svo ótrúlega áhugavert að það er bara, já, einhvern veginn datt þetta í hausinn á mér. Að við eigum, já, stundum eigum að segja og stundum eigum að þegja. En núna ætlum við að syngja, eða hvað? Við ætlum að syngja lokasálm, númer 79. Leið oss mikil himna Herra. Blessunarorðin. Vamos a leer la bendición final de Efesios 6, 23 y Skulum 24. Efesus 6, 6, 23 y 24. vers 23 og 24, þetta eru blessunarorðin. Amén.
Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Friður sé með bræðrunum og kærleikur samfara trú frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Náð sé með öllum þeim sem elska drottin vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik. Amén. Amen.